Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi í lok þorra og nýju ári, kínversku ári. Nú ár eldhessins, ef ykkur vill vita það. Og á morgun byrja langafasta okkar kristinna manna og í kvöld byrja Ramadan, múslima. Nú getum við fasta saman bara næstu öll heimsbyggðin. Já, Ramadan Mubarak. Já, en ég ætla nú ekki að tala um það. Við erum hérna á samstöðunni, klukkan 8, nú hefst Rauða borðið. Hjá mér eru fréttafólk, María Lilja og Björn Þorláks. Engar fréttir í sjálfum sér. Við erum með þær í salti, við erum að reyna að tóka fáum afl til þess að halda þeim úti. En við ræðum nú hvað eitthvað sérstætt í fréttum í dag. Já, það eru leikskólamálin. Já, svo var kynnt Reykjavíkurmódelið, það til Kópavogsmódelið og það til Akureyrarmódelið og það til Mosfellsmódelið. Kunnið þið að greina þetta allt saman í sundur? Nei, það fer svona svolítið eftir því bara, ákveðin þú hlustar hvernig fólk hvort það sér þetta sem jákvæðna eða neikvæðan hlut. Það er svolítið langt síðan ég var með barn- og leikskóla, þannig ég hef ekki alveg náð að setja mig inn í þetta, en það sem ég tók úr þessu var að það er 7,2 klukkstundir á viku á dag sem sagt í leikskólanum sem eru ókeypis, gjaldfrjálsar, og ég get einhvern veginn ekki með nokkru móti séð að það sé neikvætt. En það þeir sem þurfa að nota lengri tíma, sem eru kannski þurfa að vinna langan vinnudag, sem eru einhverjum láglauna fólk, og það þarf að borga miklu meira. Það verður eitthvað svona rúllandi prósenta, hversu marga klukkustundir þú þarft að nýta þér umfram þetta. Fólk að reikna þetta, Sólveig Tómasdóttir til þess búin að reikna það út að þetta sé gjaldhækkun hjá þeim sem til dæmis einstæðari móður sem þarf að vinna, kannski eflingu og þarf að vinna lengi. Þetta er gjaldhækkun upp á 2.000–17.000 krónur á mánuði. Og það er bara hellingspenningur líka. Já, þetta henta náttúrulega kannski flestum. Ég held við getum sagt það, staðhæft það, að þeir sem þetta bitnar á, þeir séu færri heldur en fleiri. En ég held að þetta er miklu stærra mála, því við þurfum líka að horfast í augu við það að 7,5 klukkustund á dag er bara heil vinnudagur að þetta vera það. Hvernig samfélagi erum við þegar við getum einhvern veginn ekki verið með börnunum okkar í allan þennan tíma? Kannski þarf samfélagi bara að leysa þessi mál. Akkurat, þetta er samfélagsmál og ég held þetta sé. Leysa einhverja nauðarstöðu þarna sem er ekki til peninga til þess að halda út í þjónustu og leikskólum, það er ekki peninga til þess að manna þá, það er ekki til peninga til þess að láta þig vinna svona fram eftir degi og svo kemur þú kannski seinni hlutan og þannig að það er ekki til peningar í þetta og þá er verið að velta vandanum yfir á hafa bara minni þjónustu eða rukka þá sem að þurfa meiri þjónustu. Þetta er náttúrulega kannski ekki góð lending í vondu máli. Nei, Kristín Dýrfjörð, dósent í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri, hún var hérna við Rauða borðið í síðustu viku. Hún sagði í sumum tilvikum væri langur vistunartími hreint barnaverndarmál og sum heimili eru búin svo báum björgum að við viljum að börnin þeirra njóti skjóls sem lengst á leikskólanum. Það er kannski ekki mikil umræða þennan hóp í dag. En maður hugsar einmitt líka bara að það er samfélagsvandi. Já, en hitt er tíman að tákna. Flest okkar við erum búin að bakka út úr því að geyma börnin mjög lengi á einum stað. Við áttum okkur á því að það er mikilvægt að virk og góð samvera foreldra og barna sé fyrir hendi og svona, þannig að mér finnst þetta ekkert alveg einfalt hvaða skoðun maður á að hafa á þessari breytingu hjá Reykjavíkurborg en ég hugsa hún hagnist fleiri en færri. Já, mér finnst þetta drifið áfram að svona rosalega miklu svona brjóstviti. Mér finnst það fleiri en sem hafa bent á það að í sumu tilfellum hafa bara eru betur geymd í skólanum og njóta sér betur heldur en heima og það er ekkert fengi með því að fólk geti ekki unnið fyrir sér. En svo er líka ef ég má aðeins klára og ef það væri þannig að eins og þið heyrið stundum að sagt að það er óeðlilegt að börnin sem er lengst að vinnudaginn. Ef að það væri þannig að við erum kannski að tala 3 ára börn og þau, við viljum ekki að það séu 7 tíma í skólanum eða 8 tíma, þá kannski viljum við heldur ekki að það séu 6 tíma eða 5 tíma. Og það er sama að við viljum að leikskólarna, því að
fæðingarorlofi endar þegar barnið er bara rúmlega 1 árs og þú færð ekki leikskólapláss fyrir en 2 ára. Við viljum að leikskólanir komi niður og taki við börnunum 1 árs. Viljum við það? Er það hollt fyrir börnin? Þannig það er alls konar svona. Ég held þetta, ég hef nú oft verið undanfarið búið að vera kvartað mikið yfir hvernig svona umræðan er fyrir út og suður til þess að verðbólguna, það er ekki samkomlega það. Hvað er það sem að drífa áfram þessa verðbólgu, þannig við getum þá komið saman það að reyna þá að glíma við þann vanda, heldur getur bara hver sem er valið, þetta sé vinnumarkaðurinn, eða þetta sé verðtryggingin, eða þetta bara, þetta sé krónan og alls konar og menn koma bara með sitt að borðunum og það er sama með þetta mál sem er til dæmis í deilu innan í verkalýðshreyfingunni þar sem að Sólveig Anna er að tala stöðu starfsfólksins, að það sé allt of mikil vinnuþrælkun þarna og þess vegna verði að varpa þessu yfir á foreldrana. Þá koma formaður BSRB og VFR og segja það gengur ekki að segja að varpa þessu yfir á foreldrana því að þau eru ekki að bera þetta, heldur eigum við bara fjármagna leikskólana. En allir eru eiginlega að saka hvorn annan einhverja stórkostlega glæpi og þessi umræða er bara sömuleyti, ég verða bara veikina, mér finnst það bara leiðileg af því að mér finnst engin löngun á því að reyna að tala, þetta er vandamál, þetta er sameiginlegt vandamál okkar. Viljum við hafa leikskóla? Ekki? Já. Hvernig viljum við hafa þá? Eigum við að fjármagna þá? Já. Eigum við þá ekki að gera það? Því að það er bara skildir eftir sveitarfélaginu skilin eftir með því að fjármagna leikskóla á þess að geta fjármagna væntingar fólks hvernig þið vera ekki einu sem vinnustöður. Er þetta ekki, ef við erum með óhamingjusamt starfsfólk, við erum með óhamingjusamt þeir sem vera að nota þjónustuna. Þetta er bara, ég veit ekki, stundum er bara, við höfum talað leikskólamál í mörg ár, við þetta borð, fengið sérfræðinga þar sem að vinna fram og tilbaka. Það sem að kemur fram til dæmis að þessi hugmyndum að það er óframkvæmanlegt. Það er svona svipað og að setja Miklubrautin í stokk. Það er óframkvæmanlegt með það stöðu sem er núna að sveitarfélagin taki við börnunum 1 árs. Það er ekki hægt að byggja upp kerfi. Við getum ekki eins og manna það eins og það er núna. Samt er verið að tala eins og þetta sé raunsæ stefna. Samt skiljum við barnaði fjölskyldunar eftir með það sem að fæðingarorlofi búið 1 árs og það er í stórum vandræði, mætir í ráðhús og reynir að rétta borgarfulltrúi barnið sitt og segir ég verða, taktu við barninu mínu, ég verða að komast í vinnuna, annars missi ég húsið mitt. Og það er engar lausnir. Og svo er verið að kynna eitthvað í einhverju PR-kynningu, Reykjavík-módelið, Kópavogs-módelið, eins og þetta sé eitthvað svona lausn á einhverju, en þetta er bara svona hallarislega skítarettingar. Þetta er svo að setja teip á eitthvað sem er bilað. Já, það er margt til þessu. Ég veit ekki, eins og segja, ég er landsýnum yfir barnaleikskóla og ég kannski ekki verið neitt ofbúslega duglega að setja mig inn í þessu umræðu, en þetta er hitamál. Og ég held að sé einmitt eins og segir að vegna þess að þetta er svo stórt samfélagsmál en við kunnum ekki að taka á stórum samfélagsmálum. Öðruvísi heldur en að plástra þau. Við erum bara búin að vera í því, það er bara íslensk menning, það er einhvern veginn orðin, að plástra hlutina. Já. En mér finnst að við ætlum samt að ráða við það að ræða hlutina bara eins og þau eru. Hver er Nú eigum við eftir að hlusta á það að kemur einhver stjórnarandstaða í borginni sem að talar að þetta sé einhvern veginn svik og sýnari og að vera svona ásakanir allra fram og tilbaka. Það eru byrjaðar svona, ég sé það í fréttunum. Það er svona, þessi hörðu átökur er byrjuð. Já. Annað samfélagsmál sem ég tók eftir, það er svifrykið. Já. Nagladekkin og við höfum nú aðeins rætt nagladekkin þegar kom snjór í smá stund og allir ruku til og fengu sér nagladekk af því að það var einhvern veginn það sem að fólki var sagt að gera. Það var talað þannig þetta yrði tryggingamál og ef yrði slys í svona miklu snjó og annað slíkt. Og nú horfum við stöndum við fram fyrir því höfuðborgarsvæðinu að vera með lúnahústa og börnum er haldið inn í marga daga og einfaldlega vegna þess að það er bara loftgæðin eru alveg skelfileg.
7-faldi yfir hættumörkum eða æskilumörkum, ég veit ekki hvort það var hættumörk eða æskilumörk sem kom hann í fréttunum í gær. Já, þetta er vandamál og rákirnar í göturnar eru vandamál og slysa hættur og þetta hörmulega bannaslys þarna á dögunum. Það er ekkert sem útilokar það að það hafi spilað eitthvað inn í ástand. Ég var svona persónulega vandræðum í gær að ég er með svona blóðtap í lungum og veit eiginlega ekkert að ég hef ekki fengið og ég átti að fara í eitthvað svona eftirfylgni en hef ekkert heyrt frá henni, en það er mikið að gera þannig hjá þeim. En ég veit ekki alveg hvernig ég var að hegða mér, en það kemur alltaf í fréttunum að fólk að byrja hvað er sagt að maður er að vara sig á mengunni. Ég kann ekki alveg, ég er hérna í Bólholti og það er að komast heim á Hverfisgötuna. Hvernig á ég að vara mig? Og það sagði ykkur maður á alls ekki að vera í bíl, af því að bílarnir soga inn allt en maður heldur ekki að ganga fram hjá umferðaræðum og það er Laugaveurinn á leiðinni heim, ég er betra fyrir mig að ganga. Ég veit ekki, niður í ekki í Borgartúrni eða eitthvað stöður í Hlíðarnar og reyna að labba eitthvað svona skáhalt í gegnum það. En þá er ég líklega kannski helmikið lengur á leiðinni, er það snjallt? Það ekki í kuldanum. Þannig að þú verður bara að gista hérna í Bólholtinu. Bara þannig. Ég var eitthvað, ég sá ekki. Það tók ekki eftir þessu, það var alltaf verið að segja að fólk er byrjað að vara sig þessu og ég vissi aldrei hvernig á ég að reyna að anda bara með öðru lunganu eða hvað. Er það ekki á morgun sem að eitthvert okkar ætla að ræða við sérfræðing meðal annars frá Umhverfisstofnun? Herði, jú, það er á fimmtudaginn. Já, og móðir Langveiks barn sem hefur núna verið inn í viku. Þannig að María Lilja ætlar að færa þér svörin. Ég ætla að færa þér svörin hérna. Ég finn alltaf fyrir mengunin. Ég er ekkert lungnaveikur sko, en ég bara er ekki alveg með full lungu og ég finn alltaf þegar þessi mengun kemur sko. Já, ég finn fyrir þessu líka. Og allir astmaveikir og þetta er svona bara hósta á þessar umræðu. Já. En það er þetta, en samt eins og ég var að eitthvað kvart yfir umræðin, ég er kannski eitthvað ergilegur, en til dæmis ef við undur ræða það með nagladekkin, þá kæmi þetta sama. Já. Við kæmum bara, ég held að við séum bara komin á Trump-tíma. Það er alveg sama hvað umræðin nú kastar upp í Íslandssamfélag. Til dæmis að mengun í Reykjavík, við viljum hafa mengun, nei, við viljum ekki hafa mengun. Út af hverju er mengunin? Já, hún er út af þessu og þessu og þessu, getum við gert eitthvað í því? Nei, þá kemur bara, verður allt eins og bara við sem að rífast lúpínuna. Trumpismi og whataboutismi. Já, eitthvað svona, akkur að tala um þetta, okkur það er ekki nýtt og eitthvað svona. Mér þetta var það erfiðara, við stóðum okkur takast ágætlega í rauðaborðið að fá fólk til að tala og kannski er það því að við sittum hérna inn í það sem að fólk kemur bara heiðarleika við að ræða málin. Stundu fólk sem er bara með mjög andstæða skoðanir en það er aldrei rifist hérna einstaka sinnum, kannski 2 ári. En svo fer maður einhvern veginn og er að skoða umfjöllunina í fjölmiðlum og þannig að maður rennir sér inn á samfélagsmiðla að þá eru bara allir að rífa augu hvort öðrum. Saka hvern annan að vera eiginlega bara í herferð gegn mannkyninu. Akkurat. Já, það er, ég sammála þessu. Ég mæla eiginlega ekki fólk með að séu lengi hérna við rauðaborðið og þú fær svo skringilega sýn á samfélaginu. Já, það er bara hægt að leysa vandamáli. Það vantar seglur í stefnumótun og pólitískt hugrekki og bara að keyra áfram hvað sem aðrir segja, bara alvöru hugrekki til þess að knýja áfram með það sem að fólk trúir á. Það er svo mikil populismi. Já. Nú kemur Alma Möller að setja sykurskatt. Já. Sem að ég held að ef þú myndir skoða þetta er eiginlega no-brainer sko. Já. Það er bara, þú veist, þetta er stórkostlegt lýðheilsuvandamál, eyðileggur heilsu fjölmargra og leggur mikinn kostnað á samfélagið og eitthvað fleira. Þetta mun ekki nást í gegn. Það mun alltaf við munum fá viðskiptaráði í kastljósþætti og menn að vera að tala, ég heyrði að vera að spyrja svona fólk út á götu, þar nú alltaf að vera hækka skatta, kom einhver einn með sem að einhvern veginn bara að trúa viðskiptaráði og sjálfstæðarflokkum að skatta sem er bara almennt vondir. Ég meina Rómaveldi og öll menning hefur verið byggð upp á skattheimtu sko. Það er bara, þú getur ekki haft skipulagt mannfélag nema að hafa skattheimtu, þannig að hvernig getur gengið með hugmyndum að skatta sig við slæmir. En þetta mun ekki leysast. En ef við hugsaum tilbaka, þegar ég var 10 ára eða eitthvað slags, þá var byrjað að vinda ofan að reykingum, sem ég veit ekki hvort að við gengið á ykkur. En það var þrengt að reykingum með skattlagningu. Það var gert dýrara að reykja.
það var gert óþægilegra að reykja, þannig að máttur ekki reykja inni og máttur ekki reykja í bílum yfir börnum og eitthvað fleira. Og þetta var allt gert í bæði aðgerðum ríkisvaldsins og í svona samstilltu átaki samfélagsins. Ég ekki viss að stjórnvöld eða samfélag hafi þrek til að fara svona leið í dag. Hún gefst bara upp áður en að lagt af stað. Já, hún svona stoppar mitt í einhverju svona kjaftæði. Þetta að setja gistináttaskatt á ferðamenn og þess að ferðamenn nota innviði og við verðum að taka af þeim skattlæningu og sérstaklega setja yfir í sveitafélögin sem að byrja mikinn kostnað af ferðaþjónustunni. Þetta no-brainer. Hvar hann? Og kannski er tíman að tákna. Ég viltist einu sinni inn á Alþingisrásina í dag og þar var endalaust rifrildi fundarstjórn forseta. Það er að segja rifrildi ekki neitt. Þannig að við erum vonið sérfræðingar í að ræða ekki neitt og það sem engum máli skiptir. Og með þetta sem þú ert að tala að það næst engin samstæða og engin eftirfylgni. Nei, þetta eru og í svona alþjóðasammingi þá þetta ekkert gríðarlega stór vandamál sem við stöndum frammi fyrir á Íslandi. Við þurfum að manna leikskóla og gera lífið bærilegra fyrir vinnandi fólk. Við þurfum kannski að hækka laun í samræmi við aðrar sveiflur og þetta svona fólk geti lifað bærilegu lífi. Finnst þér að allir sem að vinna eða séu öryrkjar eða eftirlaunum geti lifað bærilegu lífi? Nei. 90% já. Samt þetta ekki þannig. Það ekki þannig. Eigum við að byggja yfir þá sem í húsnæðiskreppu þannig allir eigi gott heimili á þess að þurfa að eyða 70% af ráðstöfunarfésinu í það. Já, endilega, 90% af það. Nei, við erum ekki að því. Eigum við að hafa góða leikskóla? Nei, við erum ekki að því. Þannig að alltaf minni mengun eða bara ódýrari mat, hollanmat og það einmitt þetta við erum orðnir svo miklu meistarar í að ég held að þetta einmitt eins og segir svona Trump-væðing stjórnmálana, þetta er svona kjaftæðismenning. Þá byggjum við upp samfélag sem ekki í takt við vonir og væntingar almennings heldur sem eru þeir sem vildi ekki gistináttagjaldið. Ég veit ekki hvað eitthvað svona 14 manns sem ykkur ferðarþjónustu fyrirtæki sem vilja ekki veiðilega gjaldið sem eru útgerðin og sendisinnar sem þeir eru inn á þingi. Þetta er bara eitthvað svona örfáar mannesku sem að einhvern veginn tekst alltaf að eins og þetta með sem Alþingi var afgreiða núna í gær að tengja eftirlaun og örorkulífeyri við launaþróun sem að ef við löpum bæinn og myndum spyrja fólk að þessu 90% myndum segja já. En það var allir komið það var einhver hagfræðingar sem telja að þetta sé ekki nógu vel sniðið út frá einhverja þeirra hugmyndum. Og seðlabankastjóri. Og seðlabankastjóri og varaseðlabankastjóri allir með þungar áhyggjur yfir því að þessi möguleika öryrkjar og eftirlauna fólk sjáu kannski bjartan dag einhvern tímann af því að þetta er ekki alveg samkvæmt einhverju má fólk ekki bara borða? Sérfræðingarnir og RÚV sem eru allt hátekjufólk og voru alveg hryllilega ósammála þessu og það einmitt þetta líka Forstjóri Festi með 5,4 milljónir á mánuði. Hugsaði þér. Hún var í settinu þarna þungar áhyggjur einmitt. Þetta eru bara árslaun og það er alveg ótrúlegt að þetta fólk einhvern veginn leyfi sér. Ég held að hluta af vandanum sé þess vegna kem ég svona að þessu aftur því að maður er bara alltaf að hugsa eitthvað. Það er eitthvað og væri gott ef okkur tækist að halda einhverju svona þræði í umræðu sem skiptir máli og við myndum ekki hleypa umræðinni út í það að vera svona með og á móti stemmingunni. Nei. Og því að ég held að langflestir að núti vilja bara reyna að skilja málið, getum við ekki bara leyst þetta svona eins og við verum á húsfélagsfundi. Við verum með leikskóla, við viljum halda leikskóla að ganga þetta ekki. Jú. Við viljum að segja starfsfólk sem að vinnur þar og því líði vel eða ekki. Jú. Við viljum að börnin komið og sé ekki hafi nóg við að vera og njóti menntunar og umhyggju, eða ekki. Jú. Við viljum að foreldrarnir þegar þeir skila barninu að þeir sé að skila því öruggar hendur, eða ekki. Og ef einhver þarf að vinna eitthvað aðeins lengur, ég meina, who cares? Við viljum ekki vera að beita ykkur refsingu við það, eða hvað? Ég held að við værum mjög fljót að komast að niðurstöðu ef við tækjum þessu svona alvarlega. Það er líka svo slæmt ef við missum niður trúna á getu stjórnmálafólks til að breyta hlutum til eins betra, þá endar það náttúrulega bara með því að lýðræði liðast með einhverjum hætti í sundur og við kjósum yfir okkur típur sem eru gagnslausar, bara glæsilegt fólk
fróðusnakka, bara þá sem að negla okkur með gífurirðum eða andstyggilegt fólk það víða heima, það í boði í stjórnmálum. Já, fólk sem einmitt ekki þverskurður á almennu mannlegu samfélagi, þannig að það margt að varast. Já. Herðu, ég veit ekki hvað þetta tengist í að aftast í þættinum ætla þú að tala við Bergsveinn Birgisson sem fer það orða af honum að hann sé einstaklega gáfaður maður. Heyrðu, það mér skemmtilegt að þú skulir nefna þetta. Veistu hvernig mér leið á miðinni var að spjalla við hann? Ég hugsaði hvað eftir annað, ætli ég hafi nokksunni talað við fróðan og gáfaðan mann sem heldur eins vel þræði og hugsaði hvert einasta orðað hann að segja það. Hann sérlega vel á Guði gerður, þessi maður. Og já, það kannski tenging beint eða óbeint. Hann hefur áhyggjur af gervigreindinni og hvernig hún gæti verið að sigla með okkur í ákveðnar áttir. Hann heldur að sumpart sé lausnin að áskorunum samtímans fólkin í fortíðinni. Við þurfum að líta aftur og honum finnst positivismin allt of allsráðandi trúarbrögð og við ræðum þetta í bæði, aðalega djúpu samhengi en ég vona það að svona bara hinn almenni maður pikki allt upp sem hann segir því mér fannst þetta einmitt alveg sérstaklega gott og greindalegt viðtal. Þannig að þú verður besta viðtalið að vera að tala við gáfaðan mann og láta kjána að spyrja. Já, andstæðin. Ég nennir enginn að hlusta á tvo gáfaðar að tala þegar það bara flýgur yfir öðinu. Þannig að stundum tekur maður að sér að vera, ég segi stundum að maður tekur að sér að vera 12 ára. Já. Til þess að spyrja. Þannig að maður með svona eðlilega greind en maður enga fyrirfram þekkingu. Mér finnst það alltaf besta sjónarhóttið í blaðamennsku. En veistu á hvað reyndi mest hjá mér sem spyrli? Að hlusta fast og af gríðarlegri athygli segi ekki neitt en vera samt virkur þáttakandi í samtalinu allan tíman með því að hlusta virkt. Stundum það kunsteininguna fóri. Það mikilvægt að í tímamótatímum að sækja mitt í fortíðina. Ég held að því að ef það óvissa þá það okkur tíminn og sumilegt held ég að við sjáum það bara í til dæmis hvaða leikrit að ganga vel í leikursum. Það leikur sem að sækja eitthvað aftur á bak því að við erum það sem maður gerir ef maður frammi fyrir ykkur óvissu þá sem við hvað hefur gengið á undanfarið. Og það svona smá þráður í þessu ég með vikulegt spjallina sem ég kalla íslensk menning og þau koma núna til minn Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarkona, Benedikt Erlingsson leikstjóri, Björn Þorsteinsson heimspekingur og Gígja Sara Björnsdóttir sviðshöfundur. Frábært lið. Og við förum mjög víða í spjallinu eins og það Ég byrja á að leggja út frá Marco Rubio sem var að tala vestræna menningu en svo fer þetta bara að sömuleyti þetta mjög lausbislað þetta heitir svona fínu nafni íslensk menning það var mjög lausbislað samtal og þetta svona tilraun á því að kannski ef við endurtökum svolítið svona samtalið og stundum með sama fólkinu þá finnum við eitthvað þráð sem að við getum fundið í samtalinu sem við getum kannski ekki fundið ein. Það svona eins og þið vitið Martin Rauðaborður byggir á svona trú á samtalinu. Og þar þú með líka svona tilraunað starfsemi með vikulugum sálfræðitímum eða gælæðinstímum. Já, þetta búið að vera mikið ævintýri með honum Ólafi Ævarsinni geðlækni. Við tókum upp í dag 4. þáttinn og ætlum að taka okkur pásu til hausts aðalega vegna þess að við erum báðið bara uppgefnir held ég eftir þessa 4 þætti. Nei, þeir gengu nærri okkur held ég báðum og af því að við höfum verið að reyna að gera þetta mannlegt, við höfum verið að færa viðkvæmu málin á persónulegum nótum og út til og við höfum fengið gríðarleg viðbrögð þessi þáttur í kvöld við fjöllum áföll og aðstandendur við erum með fókusinn á aðstandendur geðsjúkra og þar innifaldir eru aðstandendur alkóhólista því alkóhólistar virkir eru geðsjúklingar að mati Ólafs og hann segir ekki fulla einingu það inn í fræðimanna læknasamfélaginu en fleiri líta á þetta sem geðsjúkdóm og ég skjóta einu veistu okkur að þetta okkur alkanir vil ekki vera geðsjúklingar. Þetta sögulegt af því að þegar alkanir hefja sína baráttu fyrir að losna út úr heilbrigðisbatteríinu þar sem hafa verið að stinga pinna upp í framheilan og hræra í þeim og gefa þeim raflost og beita hryllilegum lækningum.
þá var þetta barátt upp á líf og dauða fyrir alkana sem vildi búa til sína eigin meðferð. Það var stjórn yfir eigin meðferð á sínu sjúkdómi. Það var bara lykilatriði fyrir það að vera ekki geðveikir. Því annars hefðu geðlæknarnir haft forræði yfir meðferðinu þeirra. Já. Þannig að sömuleit er þetta eitthvað sem við getum alveg yfirgefið í dag, en það á sig sögulega rætur og bara mjög upp á líf og dauða. Já. Það var ekki geðveikur. Áhugavert innlegg. En já, við ætlum semst að, hvað maður að segja, svara kalli hlustenda. Það verður seinni parturinn, þar verða alls konar fyrirspurnir sem hafa komið frá almenningi gegnum Facebook-síðu samstöðarinnar. Þannig að við erum bara að reyna að veita sem mesta þjónustu og tökum svo aftur upp þráðin í haust. Ég verð að viðurkenna að ég er svolítið fegin að það er pása núna. Þannig að þetta er eiginlega svona lesendabréf. Svona öðrum þræði, en við ætlum líka bara að vera með mikinn fókus á aðstandendur geðsjúkra, þá sem að fá aldrei neina athygli. Hvaða úrræði hafa þeir? Og hver segir einhverjum öðrum frá ef makiðinn eða einhver á heimilinu er gjörsamlega viti sínu fjær í einhverju fíkn sem enginn í samfélaginu veit nema bara fjölskyldan. Þú ferð til Kúbu í fylgd með heimamanni? Jú, hún Tamila Gómez Garcel, hún kemur hérna og ræðir við mig, hún er kennari, hún búið á Íslandi í 10 ára, en er frá Kúbu og á fjölskyldu þar. Það eru svona miklar breytingar í svona kúbönsku umhverfi vegna þess að Trump-stjórnin er farin og vestræn stjórnvöld farin að þrýsta heilmikið á. Það er bara umsátur, það er verið að svelta Kúbu. Kúbu, og það er einmitt það sem við erum að tala og við erum að tala svolítið líka skortinu og upplýsingum sem að við hérna á Íslandi fáum þetta ástand og sem að hún líkir bara reynilega við sátrið Gaza og þetta er bara orðið sáhryllingur. Leningrad. Já, akkurat og bara mjög fróðlegt að tala við Tamilu Kúbu. Ég held að við ætlum að halda þessu samtali Kúbu og Suður-Ameríku svolítið áfram hérna allavega næstu vikur af því að eins og ég segi þá eru fréttir af þessu svæði á skortinskamti. Og erum að segja að þetta sé raunverulega að sé verið að nota næstu hungur, bara verið að nota hungur sem vopn. Það er verið að nota hungur sem vopn, það er bara það sem er verið að gera. Þetta er svakalegt. Svo eina sem við fáum að heyra hérna er að þau eigi þetta bara skilið Kúbverjar. Einmitt. Og því að þetta er allt stjórnvöldur þar að kenna sem eru vond. En það Trump stjórnin taka það svo sagt hann að því nefndi Marco Rubio að hann verði landsstjóri á Kúbu. Þú ætlar að tala um börn? Já. Björn? Við erum svolítið upptíkin af börnum tengt Bakkakottsmálinu og þeir eru umræðið allri og ég myndi eftir því að maður sem er svona kannski þekktastu fyrir að kenna sálfræði og er með íslensku æskulýsrannsókna, Dr. Ársæll Arnarsson. Ég myndi eftir því að hann sagði við mig setningu sem ég aldrei gleymt fyrir mörgum árum þegar við hittumst. Hann sagði: Bjössi, ég held að það sé algjör misskilningur að Íslendingar séu góðir við börn. Og mér var hugsað til hans þegar ég fylgdist með Bakkakottsmálinu og ég fékk hann rauðaborðinu til þess að fást við þessa spurningu. Eru Íslendingar góðir við börn? Og ef þeir eru ekki góðir við börn, hvað geti skýrt það? Þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir og það er annað af því að við flökkum svolítið aftur í tíman en við erum líka að tala um samtíman. Það er annað sem kemur fram í þessu spjalli. Vissu þið að það eru raunverulega orðnar breytingar á taugafrumum okkar og ekki síst ungs fólks út af samfélagsmiðlum og út af internettækninni og út af því að taugafrumunar eru aðlaga sig sem sagt áreiti þar sem klippir rosalega hratt úr einni yfir í aðra sem kostar okkur hæfileikann í djúphygli og einbyttingu. Það var einhver maður ekki tauga sálfræðingur, tauga læknis einhver spekkingur mikill fyrir bandarískri þingnefnd bara núna í vikunni. Já. Hann var að segja að út af samfélagsmiðlum og tækjunum sem við erum með að þá erum við núna í fyrsta skipti að yngstu meðlimirnir í samfélaginu mælast með minni greind en þeir sem hafa komið. Þetta er fyrsta skipti sem þetta gerist í heila öld af því að skólakerfið örvar
greind og fleira, en núna eru allt innu komin að það fall í greind. Ég vona að segja enginn af, hvað er þetta, setakynslóðin sem að sé að hlusta? Þetta það sem Bergsveinn, fyrrnefndur, segir. Hann vitnar í rannsóknir, það sem 2 hópar eru borðin saman, annars vegar sá sem nýtir sér gervigreind og hinn sem að leysir verkefninu á eigin spýtur. Hann mælist með minni greind, sá sem nýtir sér gervigreindina. Sá hópur. Það no brainer. Það er minni í símanum með símanúmer. Já. Ég get svarið að ég veit ekki hvað símanúmer er fyrir dóttur minni. Nei, áður en þetta minni kom í síman, þá kunni öll símanúmer. Og kennitölur. Þannig að sá sem að nota gervigreind, hann náttúrulega endanum þá bara hann útvistar greind sinni. Ég gæti leikt vídeospólur og kennitölunars pappa þegar þú veist einhverju tímapunkti. Ég er ekki vissum að ég geti það í dag. Farið með einhverja kennitölu og minni einn. En þetta verður svona rúsina í pilsuendanum í spjalli okkar Ársæls, hvernig þetta kemur inn í spurninguna, eru Íslendingar góðir við börn? Já, herðu, áhugavert. Ef við ekki að segja þetta bara, þannig svona verður þátturinn í kvöld og takk fyrir spjallið og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En það ætlum að hafa bara stuttar auglýsingar og svo ræðum við hvort það Íslendingar svo góðu við börn. En áður en því kemur þá minni ég á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það eru þeir áhorfendur og áheyrendur sem hafa telja samstöðu sér mikilvægt í samfélaginu og ákveðið að styrkja okkur til þess að halda samstöðun úti. Ef þú vilt slåss í þannig hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skáðið fyrir grunnáskristir sem 2750 krónur. Það mátt borga meira þú vilt. Og því sem að viljið getur látið áskriftina renna sig félagsgjöldin í alþjóðfélagið, en það er mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við slum skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við velta því fyrir okkur hvort að Íslendingar. Og þá eigum við náttúrulega við sem samfélag sem góðu við börn. Það er náttúrulega fólk er misgott við börn hvert og eitt sem einstaklingar, en við tölum oft svona og þá við verðum að ráða við það að við erum ekki bara einstaklingar, heldur erum við líka samfélagi sem við tilheyrum og þegar við erum að tala um hvort Íslendingar sem góðu við börn og þá erum við að tala um hvort að heildin styðji okkur til dæmis í því að vera góðu við börn. Sjáum til með hvað kemur út úr spjallið þeirra rétt á eftir. Trú persónulegt samband hvers og eins við sinn Guð. Það eru nokkur atriði sem eru kjarni í trúnni fyrir mér. Það þakklæti, það auðmýkt, það miskunnsemi, það réttlæti og ekki síst kærleikur. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Vantaði nýja flík? Komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.